Starfsfólk sást og reitt vegna breytinga og uppsagna hjá borginni, segir formaður Sameykis. Aðgerðirnar séu illa undirbúnar og byggðar á þekkingar og samráðsleysi. 500 erlendra ferðamanna saknað eftir flóð og skriður í Nepal nærri landamærinu að Tíbet. Tæplega 300 saknað í Tíbet. Siglufjörður ekki eins vel varinn fyrir snjóflóðum og áður var talið. Ofanflóðasérfræðingur Veðurstofunnar kynntu sér nýtt hættumat á íbúafundi síðdegis. Breski leikarinn Tim Curry látinn áttræður að aldri. Hann á tæplega 60 ára leiklistaferil að baki en þekktastur fyrir hlutverk sitt í söngleikjamyndinni Rocky Horror Picture Show. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi Fossvogskirkjugarðs eftir brennslu og bíða þess að vera sótt. Það elsta hefur verið þar í 15 ár. Komið þið sæl. Þekkingar og samráðsleysi meirihlutans í Reykjavík skein í gegn á fundi með starfsfólki, segir formaður Sameykis. Trúverðugleiki framkvæmdarinnar sé enginn og starfsfólkið sér bæði reitt og sárt. Umfangsmiklar breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs voru samþykktar í borgarráði í gær. Á 9. tug var sagt upp en 32 þeirra boðið annað starf. Hverfamiðstöðarnar 4 verða lagðar niður sem og 4 frístundamiðstöðar. Frá áramótum verður barna- og fjölskylduþjónusta og skóla- og frístundaþjónusta í Borgartúni. Félags- og húsnæðisþjónusta verður á Bíldshöfða. Meirihlutinn kynnti breytingarnar á fundi með starfsfólki í morgun. Vonbrigðin og sárindin gagnvart þessum nýja meirihluta að fara í þetta verkefni og það er hvar ég var að byrja. Framkvæmdin, samráðið, þekkingarleysi á þessum málaflokkum, það skín í gegn í tali þeirra. Þau tala fjárlega bæði á samfélagsmiðlunum sínum og í fjölmiðlum hvernig það leysa málin sem kemur að ljósa á þessum upplýsingafundi í morgun að það stendur ekki steinn yfir steini þessar lausnir sem þau voru að tala í gær, hvernig þetta mæta fólki í nærþjónustunni. Félagsráðgjafar hafi bent á að hópurinn sem þau sinni þurfi sértæka þjónustu. 2 útgangar og neyðarhnappar séu í viðtalsherbergjum af ástæðu. Það er reyndar verið að safna þá stærri viðkvæmum hópi saman, öllum þeim viðkvæmasta hópnum í Reykjavík saman á sama staðnum og ég get illa séð hvernig það á að ganga upp. Þá nefnir Kári að fulltrúum meirihlutans hafi verið tíðrætt að fækka stjórnendum og millistjórnendum. Hann segir starfsfólkið sem ræðir sinna viðkvæmustu hópunum og ótækt að halda öðru á lofti. Þá sé ekki nóg að borgarfulltrúar skoði Excel-skjal og ætli að yfirfæra vannýtt pláss á öll hverfi. Það er þvílík vanþekking að ætla það að allir þurfi sömu þjónustuna í borginni. Það er heimin og haf og milli þjónustuþarfar, fólk sem býr í Breiðholtinu og fólk sem býr í Vesturbænum. Ég ætla bara að segja það eins og staðan er. Það er bara þannig. Yfirlýsingar margra mánaða undirbúning haldi ekki vatni. Meirihlutinn hafi verið við völd í 3 mánuði. Það er ekki margra mánaða undirbúningur sem hefur farið fram í gegnum með þessum aðgerðum. Trúverðugleikinn með þessari framkvæmd þessar aðgerðum í mínum huga og í huga fólk sem satt innan fund er engin. Yfirlýsingar borgarstjóra að breytingarnar séu aðeins brot af því sem koma skal í hagræðingu falli í grýttan jarðveg hjá félagsfólki. Það er ekki búið að tala við neitt af þessum hópum og ég kvíði því fyrir hönd annarra sviða í borginni að sama verði upp á teningunum í næstu aðgerðum hjá þeim. En þau munum samt tala að þau ætla að eiga sann í góðu samtali við fólk eftir á eins og þau sögðu í morgun. Hátt í 600 ferðamanna þar af 500 erlendra saknað eftir flóð og skriður í Nepal. Minnst 157 eru látnir eftir flóðin. Íbúi lýsir hvernig flóðið svipti 9 vörubílum á brott. Á þessum myndum má sjá þann mikla kraft sem verið hefur í flóðinu. Margir áttu fótum fjör að launa og síðustu fregnir herma að 114 hafi verið bjargað. En þeir sem björguðust eiga ekki eftir að gleyma því sem þeir sáu. 8-10 ट्रक बगाएको, घर बगाएको, मान्छे बगाएको मैले देखेँ। हृदय विदारक घटनाहरू माथिबाट पनि ट्रकहरू बगाएर ल्याएको देखेँ। त्यति ठुलो क्षति मैले देखेँ। आजसम्म मैले देखेको थिएन। 18 वर्ष भयो, तर 18 वर्ष पहिलोचोटि मैले यस्तो घटना देखेको। तर अब सम्झिनेहरू बालबच्चाहरू चाहिँ सकुशली छन्।
अब ठुलो सब्जी चाहिँ नि सम्झिन चाहिँ बगाएको अवस्था छ र ठुलो सब्जी चाहिँ हराइरहेको अवस्था छ खोजीकारी भइरहेछ Flóðin urðu í Rasuva héraði rétt við landamærina Tíbet. Vísindamenn telja að skriða, blönduð snjó og aur hafi stíplað á og flóðin hafi svo orðið þegar sú stípla brast. Fyrst var talið að jarðskjálfti hefði komið skriðunni af stað en það var dregið til baka. 579 ferðamanna saknað, ríflega 100 þeirra eru frá Nepal en aðrir eru meðal annars frá Indlandi, Bandaríkjunum og Bretlandi. Í Tíbet eru 3 látnir og tæplega 300 saknað. Balendra Shah, forsætisráðherra Nepal, hefur heitið því að nýta allt sem hægt að nýta til björgunarstarfa. Alþjóðasamtök og nágrannalönd hafa einnig sent aðstoð. Flóðin skemmdu mikilvæga innviði eins og raforkukerfi, brýr og vegi og telja góðgerðarsamtök líklegt að áhrif þeirra verði langvinn. Og að allt öðru, viðmælendur fréttastofu á höfuðborgarsvæðinu segjast flestir búnir að ákveða hvað þeir ætla að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn. Sumir telja aðildarviðræður mikilvægar fyrir framtíðina, en öðrum finnst regluverk ESB yfirþyrmandi. Eru þið búin að ákveða hvort þið ætla að segja já eða nei á laugardaginn? Ég er búin að ákveða mig. Hvað er það sem ræður atkvæðinu? Það er aðalega, ég er semst í laganámi og það er svona yfirþyrmandi regluverk Evrópusambandsins sem að trufla mig persónulega. Ég er búin að ákveða mig, já. Hvað er það sem ræður mestu atkvæðið þitt? Ég veit það ekki, svona bara svo margt þjóðfélagið og margt kring og hvað verður og hvernig næstu áratugi verða. Hvað er það sem skiptið þig eða ræður mestu atkvæðið þitt? Það er eiginlega bara þín kynslóð sem ég þarf að hugsa fyrir henni en ekki mér. Ég er svona sein, ég sagði já. Ég er búin að segja ákvað, ég segi nei. Og hvað er það sem skiptir mestu máli varðandi þessa ákvörðun? Við þurfum að hysja bara upp okkur hér heima áður við komumst ykkur annar staðar inn. Hvernig þá? Ég bara lækka verðbólgu og vexti. Evrópusambandi gerir það ekki fyrir okkur. Við þurfum að gera það svolítið sjálf. Ég hef ákveðið að segja nei, bara vegna þess að þetta er ekki töfraplástur sem er hægt að reiða sig á. Bara eins og með fasteignamarkaðinn. Margir halda að þetta muni bara leysa alls konar hluti með vexti og hitt og þetta en ég bara veit ekki hvort ég trúi. Ég er ekki búin að taka ákvörðun, þannig að ég er ennþá að hugsa. Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa á laugardaginn? Svona já og nei, eiginlega já. Ok, og hvað mun ráða þinni ákvörðun eða hvað ræður ákvörðunni? Bara hvað er best fyrir Ísland. Geturðu sagt okkur hvað þú ætlar að kjósa? Ég held að kjósa já, bara til að sjá. Mér finnst ótrúlega erfitt að ákveða hvað mér finnst og fólk einhvern veginn kemur úr öllum áttum og í minni búblu kringum mig þá er fólk rosa ósammála og mér finnst ég einhvern veginn sjaldan hafa orðið vitni af, umræðu sem er ótrúlega skipt. Mér langar eiginlega ekki að ganga í þennan klúbb sem að Evrópusambandið er. Og mér finnst það ekki rosalega spennandi. En kannski er þetta bara framtíðin. Kannski verðum við bara að sætta sig við það. En ég þverneita því að ég sé einhver sjálfstæðissinni og ég sé hrædd að tapa sjálfstæði Íslands. Þetta snýst ekki það. Þetta snýst í hvaða forréttindaklúbbi viljum við vera. Nýtt mat á hættu vegna ofanflóða við Siglufjörð sýnir að bærinn er ekki eins vel varinn fyrir snjóflóðum og áður var talið. Ákveðið var að endurmeta ofanflóða hættu út frá bættum reiknilíkönum og sýna þau að 16 íbúðarhús eru ekki í vari frá stóðvirkjum. Íbúar eru vonsviknir með niðurstöðuna en þeir búið að reisa 8 kílómetra varnargörðum undanfarna áratugi. Ofanflóða sérfræðingar Veðurstofu Íslands kynntu matið á íbúafundi í dag. Sigur Óli Sigurðsson, okkar maður fyrir norðan, sat fundinn og er á Siglufirði. Hvernig var þessi fundur, Sigur Óli? Já, okkur taldist til að 40 íbúar hefðu mætt á fundinn og kom niðurstaðan þeim nokkuð og óvart enda búið að verja miklum tíma og fjármunum í að byggja varnargarði hér í hlíðunum fyrir ofan bæinn. Hjá mér er Tómas Jóhannesson, sérfræðingur í ofanflóðavörnum hjá Veðurstofunni. Tómas, hvað segir þetta nýja mat okkur? Þetta nýja mati er endurskoðun á hættumatinu gagnvart ofanflóðum fyrir allan bæinn og undir stöðvirki sem hafa verið byggð aðalega fyrir miðjum bænum færast hættumatslínunar upp fyrir byggðina eins og áformað var.
við greiningum með nýjum reiknilíkönum á varnargörðunum Stóra og Litla Bóla hérna syðst í bænum kemur í ljós ákveðin yfirflæðishætta fyrir mjög stór flóð. Á þessum görðum hafa lent 12 flóð síðustu árin eða síðustu 25-30 árin og þeir hafa beint þeim öllum til sjávar fram hjá byggðinni. En okkur reiknast til að fyrir enn stærri flóð þá muni garðarnir ýta stærstum hluta flóðana sömu stefnu og þessum flóðum sem fallið hafa á þá sem ég nefndi, en að það sé ákveðin yfirflæðishætta undir Stóra Bóla á svæði þar sem við höfum skilgreint núna C-svæði sem heitir í hættumatinu þar sem eru 16 hús og B-svæði þar sem eru 30 hús sem eru undir áhrifum frá þessu yfirflæði og þar versnar hættumati frá því sem áður var og bærinn og ofanflóðasjóður hafa ákveðið að bregðast við þessu með því að kanna möguleikin á því að styrkja þessar varnir og sú vinna verður sett í gang núna bara í beinu framhaldi af þessari kynningu. Þetta hefur verið í umræðu í nokkur ár og var kynnt fyrir bæjarstjórn fyrir nokkru og það margir íbúana hafa haft ávæninga af þessari niðurstöðu en þetta var einhvað síður voru ákveðin vonbrigði fyrir hlutaðeigandi þegar þetta var kynnt núna áðan. Takk fyrir þetta, Tómas. Og hjá mér er Jóhann K. Jóhannsson, forseti bæjarstjórnar í Fjallabyggð. Jóhann, hvað segja íbúar við þessu? Auðvitað er þetta bakslag fyrir þá fasteignaeigendur sem eru undir á þessu svæði við varnargarðinn þar sem hættan er hvað mest. Varnargarðinir hafa hins vegar síðan þeir voru reistir margsanna gildi sitt en nýjir útreikningar sýna náttúrulega fram á það að það er hætta til staðar sem verður að taka alvarlega. Komið ykkur á óvart? Þáverandi bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili fékk viðræðu þessu og fundaði með Veðurstofunni í febrúar síðastliðnum. Í beinu framhaldi af þeim fundi þá var óskað eftir endurmati á hættumatinu og í sumar var það samþykkt þannig að sú vinna er komin af stað. Það er verið að reikna út til hvaða öryggis er hægt að grípa á svæðinu og við gerum ráð fyrir því að innan fárra ára að þá verði búið að tryggja öryggi hér á svæðinu og að öll hús séu utan hættusvæðis. Takk fyrir þetta, Jóhann. Og við ætlum að kveðja hér ofan af Stóra Bóla á Siglufirði. Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigurðsson á Siglufirði. En við þurfum að allt öðru og förum aftur til útlanda. 14 nýfædd börn fórust í eldsvoða á fæðingardeild í Islamabad höfuðborg Pakistan í nótt. Foreldrar sem misstu börn sín gagnrýna að björgunarlið og lögregla hafi verið lengi að koma sér á staðinn. Það er erfitt að lýsa skelfingunni sem greip sig þegar eldur kviknaði á fæðingadeildinni klukkan 6 að morgni að staðartíma. Að sögn yfirvalda dóu 14 ungbörn í eldinum sem breytist ógnarhratt út eftir að súrefniskútar sprungu. Einu barni var bjargað. जो मेरी मालूमात हैं यहाँ पे आने के बाद फायर ब्रिगेड जो है वो बड़ी जल्द यहाँ पे पहुँचे हैं 5 से 10 मिनट के अंदर. Þetta síðastnefnda er dregið í efa. Fólk sem var þar inni lýsir því hvernig það þurfti að brjóta rúður til að komast á vökudeildina, hafi komið að læstum dyrum og að öryggisverðir hafi neitað fólki að komast út. Þá hafi vantað eldvarnir og neyðarútganga. En reiðast er fólki yfir hve seint hjálp barst og að meiri áhersla hafi verið lögð á að bjarga þeim fullorðnu en börnunum. उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं, एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए. इनमें से किसी एक का बच्चा चला होता मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं. Yfirvöld segja að upptök eldsins megi rekja til bilunar í loftkælingu. Hátt settur embættismaður í heilbrigðiskerfinu hefur verið rekinn úr starfi. Forsætisráðherra landsins hefur lýst yfir reiði vegna eldsins og forsetinn segir að sækja þurfi til saka þá sem bera ábyrgð. Heilmiklar framkvæmdir hefjast brátt hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi en byggja á við húsnæði stofnunarinnar fyrir 10 milljarða króna. Húsnæði stofnunarinnar á Selfossi er löngu sprungið og miklir erfiðleikar er að finna eitthvað laust pláss fyrir aukna starfsemi. Forstjóri stofnunarinnar kynnti meðal annars þær miklu framkvæmdir sem stendur til að ráðast í á síðasta ársfundi sem haldinn var á Hótel Selfossi. Og nú hefur verið samþykkt að fara af stað með bæði endurbætur og viðbyggingu. Viðbyggingin upp á 5.200 fermetrar, þannig að það mun nú aldeilis mun það. Fyrsta áfangi er að fara farin af stað og er hann full fjármagnaður, þannig að nú bíðum við bara eftir því að hefjast handa.
Díana segir að það hefur verið barist fyrir því í mörg ár að stækka húsakostun á Selfossi og nú sér loksins komið að því. Þegar framkvæmdir hefjast verður hjúkrunardeildinni Ljósheimum þar sem eru 20 hjúkrunarrými lokað og starfsemi heilsugæslunnar færð þangað en engar breytingar verða á rekstri Fossheima sem líka í húsinu. Íbúum Ljósheima verður boðinn flutningur á annað hjúkrunarheimili en þar koma til greina hjúkrunardeildin Fossheimar, hjúkrunarheimili Móberg á Selfossi og hjúkrunarheimilið Ási í Hveragerði eða annað hjúkrunarheimili í samráði við óskir íbúa. Hverju mun þetta breyta? Þetta mun breyta bara gríðarlega miklu. Við erum náttúrulega bara, starfsemin þannig að við erum að slást hvern einasta fermetri inn í húsinu núna. Við erum til dæmis með geðheilsuteymið okkar niðri í kjallara í hálf gluggalausum eða litlum rýmum og við bara sjáum fram á það að þetta verði bara allt annað að halda utan um starfsemina í breyttu húsnæði. Hver heildarkostnaður við framkvæmdina? Hann svona í kringum kannski 10 milljarða pluss mínus eitthvað svoleiðis en þetta verður gert í 3 áföngum og við erum að byrja í fyrsta áfanga núna. Og sá áfangi að klárast mitt ár 2027 gangi allt eftir. Þá má geta þess að undirskriftarlisti hefur verið í gangi á Ísland.is þar sem því mótmælt að Ljósheimum við Heilbrigðisstofnunar Selfossi verði lokað í kjölfar nýju framkvæmdanna en þar eru 20 hjúkrunarrými. 440 manns hafa skrifað sig á listan. Íbúar í Rússlandi binda vonir við að eldsneytisskortur verði brátt úr sögunni. Ítrekaðar árásir Úkraínumanna á jarðgas- og olíubirgðastöðvar eru farnar að hafa áhrif á almenna borgara. Eldsneytisskortur hefur verið viðvarandi í Rússlandi síðan í maí. Síðan í vor hafa að minnstakosti 16 olíuhreinsistöðvar hætt hreinsun að hluta eða alveg. Samkvæmt smáforriti sem sýnir stöðu eldsneytis á bensínstöðvum var bensín eða dísilolía aðeins til á tæplega 30% bensínstöðva landsins. Ástandi í höfuðborginni Moskvu einna verst. Bílstjórar bíða margir hverjir klukkutímum saman. Сейчас минут 20-30. 2-1,5 часа. А я вот увидел, там очереди мало, сразу стою, заправляюсь. Это не проблема. Íbúar eru vongóðir að ástandið lægist fljótlega. Мне кажется, еще неделю, может, месяц. Обещали вроде исправить. От Господа Бога зависит. И от нашего правительства. Я надеюсь, недолго. Обещают, что в сентябре уже наладится. Починить НПЗ, которые подорвали. Расхерачить товарищей, которые нам не товарищи. Я думаю, правительство сделает. Я думаю, все будет хорошо. Нужно чуть-чуть терпения, и все будет хорошо. Framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur segir ekki skýrt í lögum hver beri ábyrgð á líki frá útgáfu dánarvottors þar til útför fer fram. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi í Fossvogskirkjugarði og bíða þar greftrunar. Það elsta hefur verið þar frá árinu 2011. Flest endum við á sama stað þegar jarðnesku lífi lýkur. Á undanförnum árum hefur bálförum farið fjölgandi og þessu ári gert ráð fyrir að þær verði 1300, tæplega helmingur allra útfara. Samkvæmt lögum óheimilt að geyma duftker fram að greftrun annars staðar en í líkhúsi. Framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur segir flesta jarðsetja duftker fljótlega eftir bálför, þó sé það að verða algengara að duftkerin séu ekki sótt. Og nú erum við með tæplega 300 ker í geymslu og það þannig því miður að það vantar algjörlega löggjöf á þessu sviði. Þar segja það enginn sem að ber ábyrgð á frá því að við fáum líka frá andlæti til grafar. Ég held að elsta kerið sem við séum með sé frá árinu 2011, þannig að það að verða 15 ára gamalt. Hann segir ástæðurnar margvíslegar. Kannski einhver gleymska, hugsunarleysi og svo jafnvel þannig að það séu bara einstæðingar sem að eru og eiga enga nána ættingja eða aðstandendur sem að fara í það að jarðsetja kerið. Ingvar segir ljóst að málefni kirkjugarða hafi ekki verið í forgangi hjá stjórnvöldum. Mikilvægt sé að taka málaflokkin fastari tökum með heildarlöggjöf sambærilega við þá á Norðurlöndunum. Kirkjugarðum heimilt að jarðsetja ker innan árs ef enginn vitjar og ég myndi vilja sjá það hér að undangengnu þó þannig að það sé þá einhverjar viðvaranir eða fólk mynd á það sé ákveðið ferli í því. Ef því ekki sinnt þá hugsanlega væri heimilt að
til dæmis að jarðsetja ker. Ég held að vilja enginn enda þannig að vera eitthvað stærri inn í skáp í líkhúsi. Það er svona ákveð mannleg reisn með virðingi í því að kerið eða askan sé jarðsett. Breski leikarinn Tim Curry látin 8 að aldri. Curry á að baki langan feril sem leikari í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hann varð heimsfrægur eftir að hann brá sér í hlutverk Frank-N-Furter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show frá 1975. Meðal annarra þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn og ógnvekjandi Pennywise í kvikmyndinni 1, hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2 og Britinn Wadsworth í Clue. Curry lést á heimili sínu í Los Angeles í gærkvöld en hann hefur átt við heilsubrest að stríða síðan hann fékk heilablóðfall árið 2012. My luck turned on Friday the 13th of July in 2012 when I had a stroke. I still can't walk, which is why I'm in this silly chair. And that's very limiting. So I won't be singing and I won't be dancing very soon. Og þá það önnur fallin stjarna. Dolly Parton var goðsögn, ofurstjarna, engill og frábær tónlistarmaður. Þetta aðeins meðal örfára ummæla sem fólk hefur viðhaft hana eftir að fréttist af andláti hennar í gær. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Frægt fólk hefur minnst Dollyar Parton í unnvörpum eftir að tilkynnt var að hún hefði látist í gær 8 að aldri. Banamein hennar var krabbamein. Margir tónlistamenn lýstu áhrifum hennar á sig og tónlist almennt. Rapparinn Eminem segir, meira að segja í augum stráks sem hlustaði aðalega á rapptónlist, var hún goðsögn, ofurstjarna í öllum skilningi. Tónlistakonan Beyoncé sagði, takk fyrir varanleg áhrif þín á heiminn. Þú ert engill sem hefur gert heiminn að skemmtilegri stað vegna gáskafullrar listar þinnar. Allir núlifandi forsetar Bandaríkjanna hafa líka minnst hennar. Bill Clinton sagði að Dolly Parton hefði verið einstök, frábær lagahöfundur og söngvari sem sagði sögu venjulegra Bandaríkjamanna af heiðarleika, auðmýkt og einlægni. Donald Trump, núverandi forseti, sagði, þetta mikill missir fyrir milljónir manna. Það hefur aldrei verið neinn eins og hún og verður aldrei. Hann tilkynnti líka að flaggað verði í hálfa stöng í viku í Hvíta húsinu vegna fráfalls hennar. Aðdáendur hennar hafa flykkst til Sevierville í Tennessee, heimabæjar Parton, til að minnast hennar. When I would be homesick, I would just sing at the top of my lungs, in my Tennessee mountain home, and so she's just been home for me. Og ég mest að feldi nokkur tár. Mér leið svona eins og ég hefði verið að missa bara kæra frænku, sem kannski skrítið af því ég hef aldrei hitt hana, en hún búin að fylgja mér frá því að ég var 7 ára. Selma, sem segir Parton hafa leitt sig út í countrytónlist, segir áhrif hennar ná langt út fyrir tónlistina. Hún hefur verið dugleg að gefa aftur til samfélagsins. Þannig hún mikill mannvinnur og svo hún líka bara með svona Dolly visku sem gott að leita í og það eru ófá gullkornin sem hafa hnotið af vörum hennar í gegnum tíðina. I don't think about my life in terms of superstar. I'm just a working girl. For service and devotion, you would think that I would deserve a fair promotion. Selma segir áhrif hennar á aðra tónlistamenn mega rekja til þess að hún hafi þurft að hafa fyrir hlutum. Geturðu ímyndað hvernig það var að líta út eins og hún og vera að reynláta að taka sig alvarlega í þessum kalla heimi sem tónlistarheimurinn og í talningum country heimurinn var þegar hún var að stíga sín fyrstu spor. Hún þurfti að berjast fyrir því að fá að vera eins og hún og hún algjörlega sönn í öllu sem hún gerir. Hún gerir það af auðmýkt og einlægni og það allavega það sem ég sæki frá henni. Og frá Dolly Parton ætlum við að sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Í Kastljósi höldum við áfram að kynna okkur sjónarmið fólk sem ætlar annars vegar að segja já og hins vegar nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag. Hvers vegna heldur það sé ekki enn fleiri hlindir aðildarviðræðum? Ég held að þessi pólitík. Við erum það sem við erum, þrátt fyrir krónuna, ekki út af henni. Það mikil upplýsingaóreiða í gangi og hún hefur áhrif. Já, og þá ætlum við lítið til veðurs.
Á morgun verður hæg norðlæg eða breytileg átt á landinu, víða dálítil rigning eða skúrir framan af degi, norðan og austan til, en dregur síðan úr úrkomu sunnan og vestanlands þá léttir heldur til. Hiti verður 6 til 14 stig og það eru svalasti norðurströndina en mildast sunnanlands. En við förum nánari við veðurhorfur að loknum íþróttum. Íslenska karlalandsliðsins í körfubolta bíður ærið verkefni á föstudag. Liðið mætir þá Serbum í fyrsta leiksunum í annarri umferð undankeppni HM 2027. Breiðablik og FH spiluðu bæði í undankeppni Evrópubikars kvenna í fótbolta í dag. FH spilaði þá sinn fyrsta Evrópuleik í kvennaflokki. Og Guðjón Valur Sigurðsson hefur framlengt þjálfarasamning sinn við þýska úrvalsdeildarliðið Gummersbach. Þetta og fleira í íþróttum eftir örskamma stund. Og áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Starfsfólk sárt og reitt vegna breytinga og uppsagna hjá borginni segir formaður Sameykis. Aðgerðirnar séu illa undirbúnar og byggðar á þekkingar og samráðsleysi. 500 erlendra ferðamanna saknað eftir skriður og flóð í Nepal nærri landamærunum að Tíbet. Tæplega 300 saknað í Tíbet. Siglufjörður ekki eins vel varinn fyrir snjóflóðum og áður var talið. Forseti bæjarstjórnar í Fjallabyggð segir brýnt að tryggja öryggi allra húsa í bænum. Breski leikarinn Tim Curry látinn áttræður að aldri. Hann á tæplega 60 ára leiklistaferil að baki en þekktastur fyrir hlutverk sitt í söngleikjamyndinni Rocky Horror Picture Show. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi Fossvogskirkjugarðs eftir brennslu og bíða þess að vera sótt. Það elsta hefur verið þar í 15 ár. Þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og fylgjast má með nýjustu fréttum á ruv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.